Ertu þetta, já? Já, ég bara býttur og poppir þetta. Champagne. Hvað við brá? Ég tók ekki eftir að mér brá einu sinni. Jæja, það er gamlársdagur. Það er gamlársdagur. Við erum hérna að skála í te. Já, samt í alvörunni. Sparkling te. Sparkling te í, er þetta kampavínsglös? Já, þetta er kampavínsglös. Kampavínsglösum. Hérna, þetta er svona 60s kampavínsglös. Já, þetta er sem við gáður í útskjöldugjöf. Já, þetta er æðislega. Veit ég hvernig ég spyr? Einmitt. Ég fór að gleyma. En já, hérna, já, þetta er áfengislaust hérna. Bara tökum að fram. Tóttur Sunnu hefði vel getað fengið sér áfengi. Já, ég er hérna. Hún er bara svo meðvirk. Já, ég ætlaði bara, þú veist, gæti ég gert byrtu að vera hérna. Bara, já, bara með búblur og. Nei. Það er bara næsta ári. Það er bara næsta ári. Það er skál. Lengi sem að þú sérst ekki óleitt. Skál. Nei. Það er 2024. Það er 2024, Sigga er búin að segja það, sko. Ég var að smaka það. Þetta er sko eitthvað sparkling te. Sparkling tea. Já, þetta er bara. Þetta bræðast eins og te en samt með sóda. Spes, Já, en gott. Já, spes gott. Spes gott. I like it. En já. Og mér líður bara eins og ég sé að fá mér. Já. En gaman. Já, nú getur þú verið bara með þetta bara í kvöld og eitthvað, sko. Jokes. Herru, það er bara komið að þessu. Já. Þetta ár er að ljúka. Trúir því. Þetta ár er að enda á eftir. Á eftir er þetta ár nokkra búið. klukkutíma. Ég trúir þess ekki. Ekki heldur. Þetta er amazing. Já. Wow. Þetta litla árið, maður. Litla fáránlega árið. 2020. Dammit. I'm sorry, but I'm glad you're over. Já. To say the least. Ángríns. To say the least. Herru, ég held að ég var byrjað því að fara yfir hvernig veist, ég hugsa að ég er podcast neytandi sjálf, þannig ég myndi hlusta á þetta yfir daginn og ég var að gera mig til. Já. Þannig að kannski að byrja að fara yfir hvað við gerum á gamlársdag. Já. Ég vil byrja að segja hvað ég gerði áður en ég málaði mig. Ok. Nei, áður ég fór svo í germinni. Ok. Þannig að til þess að fá svona gott glow, þá nota ég Laugar Spa glow serumið. Of course you did. Oh yes, og tók smá maskakvöld áður til þess að vera fresh inn í nýtt ár. Sko, þú þarft að fara fresh inn í nýtt Já. ár. Þú mátt ekki bjóða upp á nýju ári. Spa night. Einmitt. Við ætlum ekki að biðja annað 2020. Nei. Þannig að ef er eitthvað sem getur gert þess að koma í veg fyrir bara eitthvað, Já. þá bara þú veist, fara fresh inn í þetta ár, Yep. fara góður. Ef það ætla ekki að gera áður, þá mæli ég með að vakna bara first thing in the morning og bara cleansa 2020 af ykkur. Ég bara fara í styrstu, þú veist, kannski setja eitthvað hármaska í hárið eitthvað og setja kannski maska á andlitið, býða smá með kannski naglatætnar eða eitthvað. Bara aðeins að trýta við ykkur áður en farin í þetta nýja ári kvöld. Já. Og þá er náttúrulega glow serumið eitthvað sem er að gera svo mikið og sérstaklega því að ef það er eitthvað tímann dagur sem þú máttu vera bara, þú veist, Extra shiny og bara einhvern veginn glowing og glimmerandi og ég veit ekki hvað, þá er það í kvöld. 100%. Þetta er the night of sparkle and glow, sko. Jokes. Guð blessi. Alla paljettunar í kvöld. Já. En gaman. Já, sæði. En já, þú ert búin að segja okkur hvað þú gerir þá í gerkvöldi. Já. Hvernig byrjar síðan gamlársdagur hjá þér? Ég hef aldrei verið með eitthvað spes rútínu gamlárs, sko. Það er einhvern veginn, já, ég ger alltaf bara eitthvað. Til þess að vera erlendis og ég byrja yfirleitt bara á æfingu. Því ég verð að kveðja hérna 2020 svitaðan líka, sko. Það er svoleiðis. Og ég veit það ekki, nei, það er engin rútína þannig séð og þú veist, ég er alltaf einhvern veginn bara eitthvað staðar áramótin. Já. Ég er ekki með neitt svona. Enga hefði eða neitt slíkt eitthvað til þess að gera við daginn eins og maður er kannski með á aðfangadag eitthvað. Aðfangadag er rosalega mikið að hefðu, menn þarna mér gæti ekki verið meira sama hvað ég gerir þann dag og mér er það svo gaman að gera bara alltaf eitthvað nýtt. Ég er, sko, dagur minn er alveg nákvæmleins. Það er bara, í alvegni, það er bara, það hefur aldrei verið neitt skipulag, það er ekkert sem ég ger eitthvað ekstra þann dag eins og sumir fara, þú veist, og gera hitt eða fara í kirkjugarð eitthvað, já, bara með eitthvað cute hefð. Það er ekki neitt hjá mér, þannig að þessi dagur er alltaf bara eitthvað svona, þú veist, ég held að í langflestu tilvikum þá hef ég bara verið heima að chilla þanga til ég má byrja að gera mig til. Sem, bara eitthvað að trýta sjálf á mig, naglalaka, dunda mér og, já. Bara setja brunkukrem og horfa á New Year's Eve myndina. Já, New Year's Eve myndin. Horfa einhvern veginn alltaf á hana. Þannig að, þú veist, já, þetta er bara ógeðslega chilla. Mér langar, þú veist,
ég var til að vera með einhverja hefð en það samt ógeðslega fínt að hafa ekkert. Mér finnst það ógeðslega næs því mér finnst ég einhvern veginn alltaf vera svona ok, ég þarf að gera þetta svo þarna þetta bara dagur sem ég bara svona já, mér alveg saman hvað ég geri og whatever happens ef Benjamin segir við mig, ég var að fara að gera þetta já hversu næs ógeðslega góð punktur nei, það þarf að vera þannig að ég kemst ekki hanga alltaf á kólfi líka bara að hafa nóg tíma til þess að gera sér til elska það elska geta bara sest niður hlusta á podcast eða horta mynd gert mynd bara til í róliheitunum ég veit það er bara að dunda mér make-upið mitt svo gott extra glam þessi dagur hvað er maður búin að bíða eftir þessum degi lengi síðan bara 1. jan það er svo nánast sko manstu hvað var trending á Twitter fyrstu vikuna í janúar? Nei ekki? Nei World War 3 já, alveg rétt fyrstu vikuna í janúar 2020 alveg rétt, það var þessu ári já, það var þessu ári einmitt hjálp okkur hvað ég var búin að gleyma því já, það er galið sko hann er þetta ár byrjaði bara svona allir voru haha, lol, a new decade haha, World War, þetta var eitthvað svona þetta var út af eitthvað var drepin ykkur starf, ég man ekki hvað það var út af hverju þetta trend sem byrjaði þetta var eitthvað pólitískt ekki, þú veist, ekki gera lítið úr því, ég bara man ekki hvað var ég man það ekki heldur nei, en þú veist, maður var svona eitthvað you're right, árið sé að fara að byrja svona svo sannarlega laði línuna já, svo sannarlega fór bara eitthvað allt annað að við hefðum getað ímyndað okkur sko án jokes Jesus. Þetta alveg, já ég veist maður getur ekki annað en bara brosað fram að eyrum að þessu ári sé að ljúka samt sem áður og vonum bara að 2021 sé bara ár tækifærana og jákvæðar ár þetta var náttúrulega ár rottunar í kínversku stjörnumerki sem er nú því miður árið okkar eða kínverska stjörnumerki okkar en næsta ár er stáluxi eins og við ræddum í Sigga Kling þættinum þannig að það ætti svo sannarlega að vera allavega meira stabílt ár heldur en rotta bara 2020 bara mest unstable ár já, bara þú vissir aldrei í hvað fótinn og var mest í bara svo mikið bylgjum og ekki óvissa og það er ekkert verið en að vera að lifa í óvissu ekki neitt og eða láta eitthvað taka þig úr rútínu já þannig var bara fólki kift úr rútíninu sinni sem hafa kannski búið að koma vera ára að koma sér í nákvæmlega og maður getur ekkert gert í því nei, neitt við erum með konfetti á borðinu já, og við erum bara að fikta í konfettíinu við erum með bleikt konfetti og svo kampavísglös í konfetti þetta er bara geggjað þetta er æði já, og því sem eru að hlusta þá er settuð okkar mjög New Year's Eve-legt við erum með Happy New Year borða við finnum ekkert að fara í dag og vera ekki með skraut eða kemur dagur sem við megum vera með skraut þá erum við bara við erum all in ég vil að stiður okkur sko við erum líka með þennan gæði hérna og hvað fyrir ekki allir sem hlustuð það er störglega í bakgrunni en jú þetta er allt sem að til þarf á þessum degi og ég vona allir bara að hafa ógeðslega gott kvöld með fjölskyldun sinni eða þeim sem eru með heima og þú veist, ég veit að kannski sökka að fara ekki í þetta árlega partí sem að fer alltaf í eða eitthvað slíkt en bara notið þennan dag og notið þá bara ekstra mikið með þeim af því að 2021 verður djamð en ég meina maður getur bara djama með fjölskylduna nánustu sko maður getur það yes sir hvað fer að borða í kvöld? Sveppa Sveppa Wellington já ok, svona vegan Wellington sem er svona sveppa það er ógeðslega gott sko, Rebecca býður til býr hún þetta til ég smakka Wellington, það geðið líka en hún gerir Sveppa Wellington áramótunum wow so good þú ert hjá Popeyeinum? já ok, og hvað fá þau sér að borða? Guð, ég veit ekki, ég er kalkun eða eitthvað eða hreindýr eða eitthvað, ég er ekki viss nei ég er ekki alveg pæli því nei, bara I'm so sorry ég einu sem ég heyrði bara á Sveppa Wellington þá var ég góð sko já, algjörlega en þú? ég fæ kalkun ég elska kalkun samt ég held það já, held það ég er alltaf líka hjá pappa mínum í kvöld þannig að ég bara veit það er ekki maður er ekki alveg saman bara svo lengi sem ég hef gaman það er alltaf meðlæti með sama, þú veist, ég hef aldrei verið fyrir hátíðarna fyrir matinn hann hefur skipt mig langminnstu máli ég tengi ekki
ekki. Nei, ég elska matinn. Já. Þú veist, ég elska ekki kjötmatinn, Nei. en ég elska bara meðlætið og rauðkál og uppstú Já. og kartöflur og graflax, sorry. Já, ég veit að það, ég held að ég sé bara í fílu út í Já. ári afskilur. En nei. En ég veit, já, ég held að sé, ég er nokkuð vissum að sé kalkún. En sama hvað, það var alltaf, það er alltaf góð meðlæti. desert og það er Já, alltaf góð nákvæmlega. meðlæti og það er alltaf, ég er með skemmtilega fólki, ég er með, þú veist, bræður mínum og kærastan mínum og gaman. Nákvæmlega. Gekkja. Þannig að, já, þetta var skemmtilegt kvöld og ég hlakka til að sjá skaupið. Já, Hvað? ég bara, maður veit aldrei. Ég veit ekki hvernig það ætla að gera grína þessu ári. Nei, það er svo mikið hægt örugglega, en samt mikið sem er kannski óviðandi. Ég held þessu ókslega fín lína. Já, þetta Það var er, þú veist- áhugavert hvernig útfæra þetta. Það er einmitt máli, það er það sem ég er rauninni bara spennt að sjá, þú veist, Já. að því að vissulega voru sumir hlutir innan COVID-bylgjunar fyndnir sem er hægt að taka, En það er ekki, Með húmor, en- þetta en- er samt ekki brandarir, sko. já, þessi veiri er ekki brandari. Nei, Þannig að þetta er alveg ókslega fín lína, þannig að spurning hvort þið sleppi bara öllu COVID eða... það myndi samt ekki make a sense til þess að líta tilbaka ef þú myndi fara 50 ár fram í tíman og sá, ég ætla að kíkja frá 2020 og þetta er ekki tekið fram. Nei, Þetta á að, það hlýtur að vera eitthvað smeklega, já, eitthvað sett með fram. grímunótkun Já. eða eitthvað, já, eða hlýtur að vera. nákvæmlega. Ég veit það ekki. Who knows, en hvernig, ég ætla bara að segja eitt, óvinsal skoðun, ég hata flugvelda. Ok. Flugvelda. 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 Ég hata þá. Hatar það? Já. Ok. Mér finnst bara svo mikið læti og óþarfi. Þú ætlar að búa í Fraklandi? Er mikið þar. Bannaðir? Ok, ég ætla að flytja þangað. En þú veist, þess að ég var í Flórida í fyrra og Spáni hitti fyrra og það var ekkert. Nei. Við vorum einu sem var að sprengja, ég var bara svona, can you not? En Voru það að sprengja? Já, það mátti, sko. Já. En þau gera, ég náttúrulega satt bara inni á meðan. Já. Ég er svona gluggamannskjan á áramótunum, Já, sko. þú veist, Mér finnst alveg fallegt, en þú ekki, það er svo mikið læti. Já. Og þú veist, er eitthvað land sem gerir þetta svo mikið við það? það svo er mikið ekki mengun. fræðilegur. Ég er bara svona, guð. Ég held að flest lönd séu bara með svona sýningu Já, það er flott. og svo er bara búin Ég er alveg sýningin. til í sýningu, Já. en ég mist svo mikið. Greiði hundanir. Já, greiði hundarnir. Öll dýrin. Og Ég bara þeir sem eru að sprengja langt fram í janúar, bara, góður, nei, hættu þetta þessu. er eitt kvöld sem ég gef þetta pass. Já. Ekki Það vera að sem þú getur sprengja líka- út þangað til 13. kemur, ég bara skil það ekki. Nei, þú getur líka þarna 1000 til mjög hundægandi, þannig að þú undirbúið hundin, þú veist, það er hérna þetta eina kvöld. Já, og þá Þú er getur- maður bara með, þú veist, sumir þurfa kvíðalyf og Já. sumir þurfa bara að vera, þú veist, Upp í bara- sveit, skilurðu, já, eða fara upp í bara bústað já, eða einmitt. eitthvað. Þú veist, það er einmitt umræðan í mömmu öll ár bara, ég ekki fara bara upp í bústað Já. með alla hundana. Einmitt. Af því að- Skiljanlega. Já. En þá er ekki skiljanlegt að halda þessu áfram til 13. Nei, af því að þú getur ekki fara upp í bústaði bara þangað til 13. Enga viðvörun. Mér er svo leiðalt fyrir dýrin og þú veist, maður gefur þetta eina kvöld og ég var eins og með hvolpa líka þegar brúsa lítill. Æ. Þeir voru að fríka út, litlu grein. Æ, dúllutna. Ég heyri svo mikið. Æ. En já, ég skilði alveg. Ég er eiginlega, þú veist, mér finnst alveg gaman að sjá það flugveldana. Ég er ekki mannska sem fer hleyp út og kaupi með þá Nei, eða nei. hleyp út og sprengja en bara svona, en ég er alveg sammála, þetta er náttúrulega, þú veist, við förum overboard sem Já. land held ég, sko. Ég fer alltaf bara á styrki björguna sveitina og kaupi fyrir að keypti svona tré sem að blanda í staðinn. Þú veist, af því að Alsætt. náttúrulega það sem fólk er að gera og kannski afsaka okkur að kaupa svona mikið er að þeir eru að styrkja. Einmitt. En þú getur bara keypt, allavega það var í fyrra, ég veit það er pottið í ár. Já, pottet. Og þú getur bara keypt svona tré og það er plantað tré í staðinn. Já. Það kostar bara 5 skall eða eitthvað. Það er bara að styrkja. Þá ertu búin að styrkja, Já. ef að það er það sem þú vilt Nákvæmlega. ekki sleppa þig að gera í ár. Já. Þannig að algjörlega. En ég er eiginlega á sömu nótu. Ég var, þú veist, við vorum í Frakklandi fyrir 2 árum síðan. Þú veist, ég er mitt búin að vera síðustu 2 ára, hef ég verið erlendis líka. Já. Og fyrir 2 árum síðan vorum við í Frakklandi. Nú, Þá var ekki einn einasti flugeldi. Nei, það er næs. Og já, þú veist, Mér er samt alveg, það er alveg gaman að fá smá. Já. Ég er alveg þar. ég viðurkenni það að þar var ég alveg svona, ok, þú veist, ég mætti alveg heyri í 1 með 2. Já. En Það hérna, er svo gaman að sjá þá. Já. En svo líka bara eins og í Íslandi, ógeðið sem verður eftir þessa flugvelda, því fólk er ekkert að tína þetta Borgin verður saman. bara skítur, sko. Ógeð. Og líka er alltaf svo fallegur snjór og það er alltaf bara að eyðileggja snjóinn. Já. Ég veit ekki, ég er svona alveg pirrandi mengunartýpan í þessu, sko. mátt líka bara alveg vera það. Já, en mér finnst samt alveg, þú veist, ég myndi aldrei setja út á neitt sem er að þessu, skilurðu. Nei. En þetta er bara eitthvað sem ég er ekki fan af. Ég er ekki mannskja sem fyrir að kaupa þetta eða þannig.
bara your personal preference og ég skal horfa í gegnum gluggan en mér finnst þetta alltaf mikið læti já, ég skil það alveg en já, það verður náttúrulega mikið þessu í kvöld eflaust en þetta er alveg ár sem við megum springi burtu sko já, ef það er eitthvað ár brenna peningana bara af því af hverju ekki já, einmitt en þetta ár sko í dag þá kemur líka út annallinn þá kemur út annáll fyrir TV-vikunar þar sem farið yfir allt það helsta sem gerðist og var tekið fyrir í TV-vikunar yfir árið og ég ætla bara að segja vá hvað var erfitt að skipulega hvernig ég ætla að bróta þetta niður ég trúi því ég var bara, ég að fara að taka janúar, februar, mars eða hvernig ger ég þetta þannig að ég ákvað að brjóta þetta niður í ársfjórðunga þannig að ég niður í fjóra hluta í rauninni og það var bara janúar, februar, mars, allt það síðan tók ég fyrir hverja við mistum á árinu og svo hverja fæddist á árinu en eftir að hafa verið að þessi rannsóknarvinna tók mig alveg tíma en þægilegan tíma af því að ég þurfti náttúrulega bara að horfa á öll mín myndbönd nákvæmlega til þess að vita hvað gerðist en vá hvað var mikið sem gerðist þessu ári þrátt fyrir að allir áttu að halda sig heima einhvern veginn yfir allt árið allir áttu bara að vera heima á sér Nú myndi halda, þegar allt byrjaði að væri bara ekkert að fara að gerast á þessu ári en það er rosalega mikið sem gerðist það er nefnilega rosalega mikið sem að gerðist og ég sagði mitt í byrjunum ég veit ekki, þessi þáttu kemur eflaust á undan annálum allan ég held að þessi þáttu kom út mjög snemmi morgunin hann annálun kemur í dag ef þú hlusta þetta aðeins hádeginu og vaknar hádeginu eins og ég mun gera þá er hann kannski komin út en ég mynd segja í byrjun að þetta er árið sem að kynnt okkur fyrir blindri ást þessu Love is Blind gröðum tígristýraeigendum Tiger King það er gröðum? Já, var hann graður eða? Ég veit það ekki Er þetta grínast? Hann graðist ekki í heim hann var það hann gifti sig hann að tveim í einu vel græði gæi samfélagsmiðla sköndulum borg í Kína sem heitir Wuhan podcastinu Sölva Tryggva og vakti okkur til veitundar Black Lives Matter hann alltaf má ekki gleyma því að þrátt fyrir að þetta ár hafi verið erfitt þá tók það á sig umræður sem var löngorðin þörf algjörlega og ég vona að setja bara fast í öllum það er eitthvað sem má 100% fylgja okkur ég held það, ég vil trúa því ég held að það hafi ekki farið fram hjá sálu og átti ekki að gera og þetta var umræða sem var ógeðslega óþægileg fyrir suma en svo nauðsynleg og sem betur fyrir einhvern veginn allir í kringum mig ég sá þá bara taka þátt í þessu sína því stunning eins og maður gat og svo líka bara kynna sér þetta algjörlega kynna sér málstæðin og líka núna er þetta svo mikið bara on top of mind alltaf og mér finnst það svo jákvætt og núna er svona meira maður getur alltaf vitnað í þetta og þá fattar fólk hvað það er að vera heimstundum fattar það mig 100% og það er bara svona hlutir sem að fljúðu áður er ekkert að fara að fljúa lengur þetta er bara búið endar þetta bara og það kannski þurfti svona ár til þess að það var flott, bara frábært og ég vona að það sé kannski eitthvað sem við tökum sem lærdómur út úr þessu ári alls samanlega en ég og við erum ásaldið svona þungum nótum þannig að við erum þar skulum við bara líka fara yfir að við mistum því miður marga góða félag á árinu og það byrjaði náttúrulega bara í rauninni í febrúar það var bara strax sem að Kobe og Gianna Bryant dóttir hans fjalli frá í þyrlusleysinu hræðilegt manstu hvað þú ég man alveg hvað var, já ég man nákvæmlega hvað var ég líka ég man bara settingið og bara allt þetta moment það var svo ógeðslega óraunverulegt ég var ekki að trúi þessu ekki heldur og að því ég man að TMC byrti þetta og svo var það tekið niður ég var bara hvaða maður hugsaði bara hver myndi skrifa svona headline og við erum ekki búin að double checka nákvæmlega af því að þetta var eitt að þá hugsaðu og þetta er ekki satt svo bara 5 minútum setna var þetta komið aftur upp
Það er skellilegt, sko. Hræðilegt. Fuck, sko. En mér líður ekki svo þetta var þessi ári samt. Mér líður þessi svo langt síðan. Það? Já. Febrúar, bara oh god. Það var hræðilegt. Og svo voru sko Grammy-verðlaunin voru haldin hérna í raun sama kvöld og voru haldin í Leikarshöllinni. Já, ok. Og þú veist, það bara tragic, sko. Já, og sá maður, þú veist, hvað Grammys gat einhvern veginn, við þóttum sem ekki stór fans af Grammys, alls ekki og af, þú veist, dómnefndinu þar eða hver sem velur fokkin tilnefningarnar eða hvað sem það er, en þau vissulega stóðu sér vel í fyrra að heyra hann og hana og alla þá sem að létust í slysinu. En það var líka í febrúar sem að Caroline Flack fór frá okkur. Það er rétt. Það var kynnirinn í Love Island Bretlandi og hefur verið síðastlegin öll ár fyrir utan vetraseríu 2020. En hún lést í miðri seríu af Love Island. Já, alveg rétt, já. Það kom svona memory þáttur. Já. Og hann Ian Sterling, hann sem að lýsir alltaf og var búin að vinna með Caroline mörg ár, lýsti þetta var þarna að þau tóku pásu í miðri viku sem þau gera aldrei en þau tóku pásu og kom ekki út þáttu til þess að heiðra og virða Caroline Flack og svo kom næsti þáttur út þar sem það var tekið smá svona memorial hana í hvort það var byrjunin að endanum, ég man það ekki og þá einmitt Ian að segja svona sína minningu af henni sem var bara ógeðslega sætt. Það var mjög cute. Það var mjög cute. Við mistum líka árinu hann Pop Smoke rappara og Naya Rivera stjörnuna úr Glee það er bara hræðilegt, sko. Já. Og Chadwick Boseman besti. Já. Wakanda Forever. Æ, það er svo sorglegt. Já. Þetta var ekki gott ár þarna. Nei, þið sáu það, þetta ár tók marga frá okkur sem við vildum ekki, sem fóru allt þetta fólk á það allt sameiginlegt að fara allt of snemma. En svona, þegar eitt líf endar þá byrjar annað. Já. Að því að það voru margir arftakar Hollywood sem komu líka á þessu ári og og við fögnum því náttúrulega líka að að fá nýja arftaka, því einhver þarf að taka við af þessar Hollywood kynslóð. Algjörlega. Sophie Turner og Joe Jonas eignuðu stelpuna sína, hana Villu, og hún bara svona nýlega búin að játa það hefði gerst. Nú? Þessi að hún sagði aldrei, ég er ólétt, en þegar hún bara var ólétt, var bara labbað ólétt, eignaði svo bara barnið sitt, og svo sett hún bara í stóri daginn, ef ég get fætt barn með grím á andlitinu, þá getur þú verið með grím út í búð. Já. True. Preach. Já, Katy Perry og Orlando Bloom eignuðu stelpuna sína Daisy. Þess að annað barnið hans Orlando en fyrsta barnið hennar. Malika, bestu vinkona Khloe Kardashian, eignaðist soninn sinn Ace. Cute. Kevin Hart og Nico Hart eignaðist annað barnið sitt, hann Kaori Mai. Gigi Hadid og Zayn Malik, þau eignaðist fyrsta barnið sitt, litla stelpu, sem við vitum ekki ennþá hvað heitir. Drop the name. En kannski það komið. Já, kannski byrtaðu það í kvöld. Já, getur verið. Rétt fyrir nýtt ár, en ég veit ekki en allan eins og veitu það ekki. Nicki Minaj eignast fyrsta barnið sitt. Ed Sheeran eignast fyrsta barnið sitt. Svo mörg ný börn. Já, og svo það líka alveg 100% fleiri sem ég sko að gleyma. Já. En ef við tökum bara svona þau allra helstu sem að kannski svona at the top of your tongue. En svo líka maður ekki gleyma barninu hjá Elon Musk og Grimes. Já. En það var strákurinn XIA-12. Uppáhaldsnafnið mitt. Já, þetta er geggjanafn. Og maður pronounsar það XIA-12. Já. XIA-12. XIA-12. Svo líka var sko, hún var með eitthvað, hvað sagði hann? Hann var eitthvað, hvernig, að því að svo fór hann í, hann fór til Joe Rogan og Joe Rogan var spurning út í nafni og hann var að útskýra hvernig, þú veist, segir þetta eða þú veist, hvað stendur þetta nafn fyrir X er sérst óþekkt breyta I er, þú veist, hann sagði að það væri AI þú veist, AI Já. Og þess að nota hann I þannig að það er gervigreind, þú veist Já. Artificial Intelligence og A12 er uppbólsflugvélin þeirra
Mjög skemmtilegt. En ég meina, ég er líka búin að ákveða að skera barnið mitt B-14 eitthvað, ég veit ekki en ég meina, við erum ekki með neitt enga nefnd hérna í dag, þannig að who knows? Maybe. En það sko, já ég, ef við tökum svona það helsta kannski úr fyrsta ársfjörðungi Love Island byrjaði Love Island Winter Season Harry og Meghan hættu að vera Royal Family. Já, þau voru bara Bad Felicia Það var líka bara þessu ári. Það var bara þessu ári ég veit ekki hvort þú munur eftir en ískapurinn hennar Kim Kardashian tröllreið allir fokkin internetinu. Já, af því að hún setti mynda sér hana í Skims. Já, það er svo langt síðan. Það var þessu ári. Það sem hún var bara guys, I have more fridges. Já, því að hún setti mynda sér fram í ískapur, það var ekkert inn í honum. Nema mjólk. Já, nema mjólk. Og þetta var bara mjólkur í ískapurinn hennar. Þetta var bara mjólkur í ískapurinn hennar. Svo bara fór hún labba hún eitthvað svona aðeins á bakvið og sýndi að hún er bara með fyrir kokka, skilur. Hún er bara með pantry. Nei, hún er bara með eldús fyrir kokka, skilur, bara svona veitingeldús. Risa ískapa. Já. Allir tróðfylgir hún með drikja ískap og og pantry líka, ég veit þessu sæður og allt það. Vistu þetta kvalir. En fólk var að halda það fram að hún átti ekki mat fyrir börnin sín. Já, mitt. Bara svona, come on. Líka bara svona að segjum að þessi ískapur hefði verið tróðfullin á mat. Hún er að taka auglýsingu fyrir Skims. Þetta hefði hann tæmt hann. Já, mitt. Það vil ekki hafa eitthvað mikið. Það var, þú veist, að vera auglýsa fleiri vörur, skilur. Mitt. Nikki Tutorials kom út á YouTube sem trans. Já, alveg rétt. Vá, mér lýst að það sé svona 2 ár síðan. Mitt. Bara galið. Já. Líka eitt sem við verðum bara að muna að gerast í janúar er það að Yummy, Lions Bieber kom út. Það er bara eitthvað, fyrir mér finnst mér vera 5 ár síðan, sko. Yummy. Á gríns. Hvað voru allir að setja Instagram story með stöðu Matisinn? Já, ég man eftir. Það kom bara í janúar. Það er magnað. Var það ekki líka þessu ár sem að hann tilkynnti fyrst að hann var að berjast í Lyme? Jú, var það ekki? Ég held það, ég held byrjun ársins, sko. Það, mér lýsast það, við hefum búin að vita það lengi, skilur. Og kom líka hana míniseriurnar á YouTube hann. Já. Manst ekki? Jú. Það kom byrjun árs. Var það líka árs? Já, mitt. Guð góður. Já. Þessi fyrstu 2 mánuði voru líka bara eitthvað 5 ár, sko. Já, 100%. Svo kom heimsfræða myndin af Jennifer Aniston og Brad Pitt þarna. Já. Við fengum það. Það sem allir voru bara please get back together. Já. Það var eitthvað sem ég mjög jákvæða fréttir. Við fengum þessa myndatöku óvæntu myndatöku af þeim 2. Bara thank you God. Reunited. Thank you. Februar, Love is Blind kom út. Við erum nú að lýsa yfir tölum aðeins það í milli jól og nýjársæðinum. Það eru góð þættir, svona, með við. Grammy-verðlaunin, eins og við tölum á hann, þau voru haldin hátileg og Billie Eilish vann 5 verðlaun. Hún er 18-19 ára á þessum tíma. Hún rústaði þessu. Fucking töff. Fucking töff típa. Dýrkana. Stormi hélt upp afmælið sitt. Ekki var það Astroworld afmælið. Nei, það var fyrst afmælið. Já, það er miljón ár síðan. Stormy World. En ég held hún þú veist, hvað var þetta þema núna? Jú, mást ekki hafa Frozen, Trolls. Já, svo var svona theme, eða svona, þú veist, svo var hún með það var Trolls herbyggi, það var Frozen herbyggi. Ég elska að þú ert með fréttina að Stormi hélt upp afmælið sitt. Já. Að hún heldur upp á þetta ár, sko. Já, það var svona it was worth a mention. Já, true. Halftime showið hjá Shakira og J.Lo var í februar. Crazy. Óskarinn var líka haldinn hátilegur. Já, það sem Parasite bara tók rústaði öllu. Nei, sko, ég er í sjokki. Svo góð mynd, sko. En bara mér líður sér svona 5 ár síðan að horfa á þessu mynd. Ég hef ekki séð hana. Ekki? Nei. What? Ég þarf að sjá hana, sko. Hún geðveik. Já. Hún fyrst skiptið sem að er non-English language movie sem vinnur. Alveg rétt, já. Alveg rétt. Það var mjög góð mynd, sko. Já, ég þarf að sjá hana. Já. Mjög spennt. Paige og Finley unnu líka vetrarseríu í Love Island í februar. Mars þá kom Tiger King. Northwest söng á Yeezy sýningunni. Æ, besta. Mora og Curtis úr Love Island seríu 2019 hættu saman. það kom hann alveg óvart þá. Já. Katy Perry tilkynnti að hún væri ólétt og sonur hennar Britney Spears, hann Jaden Federline, hann fór live á Instagram, kallaði af þessum Dick og sagði hann ætti deyja. Alveg rétt. Litla, sko. Mason fór síðan líka live og sagði okkur að Kylie og Travis var ekki byrjað eftir saman. Já. Ég segir að þessi nýja kynslóð, sko.
she's taking over. Corona kom síðan til Hollywood og Tom Hanks og Rita fengu koronavírusin. Pete og Madison unnu Bachelor og hættu síðan saman 2 dögum seinna. Þannig að why watch it? Það er líka eitt sem í þessu sem gerast í byrjun ás. Hérna hún Pamela Anderson. Hún gifti sig. Gekja? Já, og giftist John Peters sem að framleiti stórmyndina Star Wars Born 20. janúar 2020 en þau skildu 12 dögum seinna. Ok, já. Núna á Kim ekki lengur metið fyrir að eiga styrsta brúðkaupi. Nei. Eða styrstu giftinguna. Hann var mjög sár eftir þetta af því að hann þegar þau gifti sig þá borgaði hann upp alla skuldina sem hún átti og svo hættu þau saman. Guð. Pamela vissi nákvæmlega hann 28 ár kannlega. Hvað í gangi? Rosalegt. Ég vona að þetta sé slúðursaga sem bara slúður sko. Vá, þetta svakalegt. Ég hef aldrei heyrt af þessu. Nei, ekki heldur. Nei, skriði. Hún náðu að halda þessu lindu frá okkur. Sæll. En hérna apríl 2000 Hendel kom út. Fengum loksins í fyrst skipti að sjá soninn hann streik. Já. Á þessu ári? Nei, hætti núna. Ég mun ekki hætti að vera í sjokki ef það var á þessu ári. Ég veit það. Ég vissi að allt sem við erum frá að tala væri frá að vera bara hafa það þessu ári. Hvað getur það verið? Private Instagram hjá Demi Lovato lag á neti þar sem hún talaði Selena Gomez. Og bara heilt Instagram að baktalana. Vá, ég er bara að glemma því. Já, og Kanye West varð formlega a billionaire. Damn. Gott ár. Nei, ég myndi nú ekki segja það. En ok, áfram gakk. Nei. En góður apríl fyrir hann. Já. Í maí tilkynnti Gigi Hadid sem hann var ólétt. Devin Booker og Kendall Jenner byrjuðu saman. Já. Þannig að þau eru allan búin að vera saman frá því maí svo að við vitum. Maí var líka svolítið svona mánuður sem bara OnlyFans fór að taka yfir. Var það í maí? Eða svona, þú veist, þetta var náttúrulega löngu byrjað. En þarna voru ennþá fleiri fastir heima og stjörnuna byrjuðu bara svona, herri, ég testa hana með líka. Mér finnst ég ekki heyra almennilega af þessu fyrir í svona sumar eða eitthvað. Já, það var alltaf svona. Kannski ekki. Stjörnuna voru svona byrjað þarna sko. Nú nokkru frægar. Black China og eitthvað svona. Náttúrulega Beyoncé nefni á í laginu sinu. Já, feitt sjá það. Er það aldrei þessi spons eða? Það getur vel verið. Ég meina, manst ekki þegar Cardi B og Offset lagið var sponsað á TikTok. Já. You never know. Getur verið. Það sem gerist líka í maí er að Justin Bieber og Ariana Grande kom með lagið sitt Stuck With You þar sem að hún frumflutti eða frumsýndi kærasta sinn Dalton Gómez í fyrst skipti. Alveg rétt. Þannig að við erum í rauninni ekki búin að vita að þau séu saman nema síðan í maí. Þau hafa verið saman síðan í janúar en hún sýndi okkur hann fyrst í maí. Og hvar eru þau í dag? Jú, þau eru trúlofið. Yes. Þau voru að trúlofa sig. Voru bara trúlofa sig. Litli krúttin. Litli dúllunar. En hann er fasteignarsali. Og þau virðast bara að vera ótrúlega hamingjusöm saman. Já. Og við erum bara rooting for you, Ariana. Án gríns. Hún er gott skilja, sko. Já. Megan Fox og Brian Austin Green skildu. Hún byrjaði með Machine Kelly, Sofia Ritchie og Scott Disick hættu saman. Sem var alveg umlagt. Og Forbes birti síðan frétt og segir að Kylie hafi aldrei verið metin upp á milljarð. Já, magnað. Já, og leiðréttu fréttinu sína frá því 2019 og sökuð hana að hafa fylla við skattaskýrslur og til að láta fyrirtæki sitt Kylie líta betur út. Nú sagði líka bara Chris fyrir það. Jú, bara, þú veist, Chris er einmitt, bara þær tvær. Að Chris náttúrulega að því að hún er meðeigandi eða eitthvað slíkt skilur. Það er líka ljótt maður að þeim. Þú veist, búin að taka hana, þú veist, og gefa hennan titil og hvað hannig. Og svo bara taka það af henni. Það er ekki hægt. Það er svo steikt eitthvað. Og hún er eitthvað búin að treysta þeim, fara í þessa myndatöku. Einmitt. Svo grillað. Er það ekki bara ykkar mistök fyrir að hafa byrt þetta skilur? Og Kendall þurfti síðan að greiða fyrir þarna Fire Festival auglýsingarna sína. Það var þessi ári. Í júní þá voru mjög mikið af mótmælum í gangi og Jake Paul tók sérst líka þátt í einni og fór í einhver verslamiðstöð og var, þú veist, brust inn og var handtekinn. Chloe og Tristan byrjuðu eftir saman. Þarna voru þau byrjuðu eftir saman í sóttkví. Þótt að þau eru eitthvað, hún myndir eitthvað segja, nei, við byrjuðum aldrei eftir saman. It's a bullshit. It's a bullshit. Iggy Azalea tilkynnti síðan fyrir okkur heiminum að hún ætti lítið barn. Já, hún ætti lítið strák. Hún bara, hæ, ég á strák og við erum alltaf bara, what?
Harry og Francesca voru too hot to handle hættu saman og svakalegt síðan í júní enn og aftur mál sem ég hélt að myndi ekkert poppa aftur upp veistu hvað ég tala um? Nei. Jeffrey, Shane, James Charles og Tati nenna þau Tati Westbrook sem sagt tjáir sig ári seinna eftir skandalinn sem átti sér stað árið 2019 með myndbandinu Breaking My Silence þar sem hún segir að myndbandi sitt By Sister hafi einungis verið gefið út að því að Jeffree Star og Shane Dawson hafi ítt sér í það og setur sökina yfir á þá James og Tati eru góð í dag en athyglin fór því öll á vondukallana sem voru þá Jeffrey og Shane Jesus og erum talað um það að Shane hefur ekki gefið út myndband síðan í maí held ég Vá hann bara hætti en hann var tekinn fyrir áður en þetta myndband kom út og tímasetning hjá Tati getur verið hægt að líta á hana sem eins og hún sé calculated af því það var verið að vera róstan að setja út á hann fyrir eldri myndbönd var ekki einhver mistök sem hann hefur gert í eða þú veist, ég man ekki alveg hvernig það var Jú, hann var með virkilega óviðeigandi brandara í gömlum myndböndum og virkilega og það er ekkert að neita fyrir það og eins og ég segi, þú veist, Black Lives Matter bakti bara upp athygli og hann baðist afsökunar en svo kom þetta myndband út og það er bara svona fueled on the fire pínu í júli þá tilkynning Kanye hann sé frambúði og Elon Musk segi you have all my support svo kom hann í júli Jada og Will þar sem Jada Pinkett Smith segir okkur að hún hefði verið í entanglement með August Alsina það var eitt steikt dæmi Já, mjög grillað Ellen DeGeneres var síðan canceluð þarna af fyrrum starfsmönnum sínum og sagt að hún og teimi í kringum hana voru bara söku það að koma ótrúlega illa fram með fólk Já, voru líka alveg mörg celebrities sem voru gestir í hann sem stígu fram bara að teimi hefði bara verið basically dónulegt sko Free Britney herferðin hélt áfram í ár hún svona poppar upp alltaf hverju ári eiginlega Kanye West fór bara í manju fyrir okkur alheim að sjá á Twitter þar sem hann meðal annars kallaði tengdamömmu sína Chris Jong-un einmitt Nicki Minaj sagði okkur hún væri ólétt og Demi Lovato og Max trúlofi sig en það samband endaði síðan 2 mánuðum seinna og hann er ennþá obsessed þú veist, þetta er svo mikið sko í ágúst það er eitt sem gerist í ágúst VAP kom út that's it í september eignast Ed Sheeran barnið sitt Keeping Up with the Kardashian tilkynntu þessi að fara að hætta Teboðið kom út Cardi B sótt skilna við Offset tók það síðan strax tilbaka því hún sagði ég get ekki hætt að sofa hjá honum þannig að Gigi hafði eignast barnið sitt í október þá eignaðist Kevin Hart og Eniko dóttur sína Jeffree Star eignaðist síðan kærasta sem síðan stala honum pening og töskum og sagði að honum hefur verið greitt þess að vera kærasti Jeffree Meghan Trainor tilkynnir hún sé ólétt og 90s tískan kom heldur betur tilbaka þegar Kim gaf út velarsettin sín og Kris Jenner og Rob Kardashian byrjuðu að selja sósur What? Hvað sósur? Hot sauce Vant Já, ógeðslega spennt að smaka og í nóvember hélt Kim upp á afmæli sitt á enga eyju, það fór eflaust ekki fram hjá neinum Skotti sem byrjaði með dóttur Lisa Rinna Harry Styles var framan á Vogue sem var trillt ruglað eitt með Harry Styles líka hann og sem hann heyri söguna þegar hann endaði inn í húsi hjá aðdáanda sínum hann sem sagt var með eitthvað svona car trouble einhver bíllinn að spilaði og pappi einhverjar fan fer út og hjálpar honum og býður honum inn og hún er ekki heima greiðir stelpan en og tekið myndar sem hann var að gefa fiskunum hennar inn í herbygginu hennar oh my god, hversu precious moment pældu í því nú bara örugglega sér ógeðslega mikið eftir að hafa ekki verið heima hann kom bara inn, bara Harry Styles kom inn til hennar í tebolla og gaf fiskunum hennar pældi í því, þú veist það er svo rosalega stórt fandom yfir Harry Styles pældi í því
lendi í þessu. Ég myndi aldrei fyrirgefa sjálfur mér fyrir að fara út þannig. Nei, þetta er bara eins og Kim myndi koma heim til þín og gefa fiskan heim, skilur. Já, það sem ég er að segja. Það er rosalegt, Ég væri bara eitthvað, ég fer aldrei aftur út úr þessu húsi. I won't take that risk. Það er rosalegt. Michael B. Jordan var síðan valinn the sexiest man alive. Já, alveg rétt. Og Larsa Pippins tjáði þessi loksins vináttuslitin með Kim Kardashian. Þar sem hún segir að þessi raun kann ég að kenna að þessi ekki vinkonur. Bara eins og Larsa Pippen er vön á að gera. Nákvæmlega. Og Grammys kom með tilnefningarnar sínar fyrir næsta ár og augljóslega gleymd að skrifa Weekend. Já. Ég ætla bara að halda því fram. Svo í desember þá kom Hulu og sagði, heyrðu, Kardashians er ekki að fara fucking fett. They are back. They are back. Og Rita Ora hélt upp ámæli sitt og var mjög mikið skömmuð. Já, það var eitthvað skandal. Það var bara aðstæðlegt. Bara ekki verið að þessu. Nei. En já, þetta var svona árið in a nutshell, my friend. Það var rap. It was a rap. Og líka, when you're over. Það sem líka var, þessu ári var Kim Jong-un death rumors. Já. Það var bara allir að halda fram að vera dáin. Það var bara í eitthvað svona mars, held ég. Já. Apríl. Það var mjög snemma, sko. Já, örugglega apríl, já. Það var mjög skrýtið. Það var mjög steikt, af því að þetta var króna frekar svona nýlega orðið stórt umræðefni í rauninni og það var eitthvað ekki búið að heyrast í honum þannig að allir voru bara, oh my god, hann er alveg döður sem virðist ekki vera, sko. Nei. Hann var að klippa okkur borða hana beint eftir þetta. Mér er Kim tweetaði bara, hvað tweetaði? Hún var eitthvað svona, I'm so curious. Já, það voru allir að tala um þetta. Líka bara systir hans átti að vera búin að taka yfir og já. Þetta er náttúrulega svo leyndardómsfullt land. Þannig að þú veist eitthvað svona bara, what? Kannski bara komið ykkur replacement eða eitthvað. Já, þessi klón. En já, þetta var á, hvað segir maður? Þetta var fullt sem gerist á þessu ári þrátt fyrir að þetta áreikning gaf okkur svo ótrúlega lítið. Það var samt fullt sem gerist á þessu ári. Já, það var alveg gefandi á mjög marga hátt, sko, eins og maður hefði ekki haldið. Nákvæmlega, þú veist, þegar maður lítið tilbaka. En förum þá bara aðeins yfir í mig og þig. Hvað stendur upp úr hér? Sumarið held ég. Já. Sumarið æðislegt, eins og við erum búin að tala um, bara ferðast á Íslandi og gera ekki sérlega fengilega svo gott veður. Hvað var heitt? Ég var Egilsstöðum bara í 23 gráðum eitthvað. Galið. Það er bara magna, ég aldrei upplega fyrir veður. Nákvæmlega. Ef það hefur verið fucking rigning allt sumarið þá hefði þetta árið verið hræðilegt, sko. Já, ég er alveg sammála, sko. Þegar þú byrjaði þetta ár, hvernig fórst inn í þetta ár? Hvað hélst þú að fara að gera á árinu? Varstu með einhver plön sem að breyttust? Ég ætlaði nú bara að ferðast í allt sumar. Já, þú ætlaði að fara erlendis og svona, þegar ekki að ferðast. Ég ætlaði bara, ég sótti mér ekki neina vinnur en þannig að ég ætlaði bara taka bara árið og fara bara til Ítalíu og vera bara mánuðið eða þú veist, bara ferðast Evrópu. Þú ætlaði að koma til New York? Já, ég ætlaði að koma til New York í júní. Já. Til þín. En já, þú veist, ég ætlaði náttúrulega líka bara að vera í skólanum en það gekk ekki. Þú veist, ég ætlaði bara heima í skólanum. Heima í skólanum, já, einmitt. En já, nei, ég veit það ekki. Eina sem var sumarum sem breytist en það samt breytist á góðan hátt, sko. Já. Bara gerði gott úr því. Algjörlega, þú einmitt, þú tókst það bara með jákvæðinni og gerði gott úr því. Þitt náttúrulega þokkaðist upp. Mitt ár? Já. Þetta er bara, sko, ég get sagt ykkur það að þegar ég byrjaði árið 2020, bara hvernig ég fór inn í það, hvar ég var, hvað ég var að gera, er svart og hvítt við það sem ég er að gera í dag. Já. Bara en ég hefur svona alltaf trúið bara allt gerist á ástæðu, þannig að ég er þakklátt fyrir það sem ég er og allt sem er að gerast fyrir mig og allt það. En það er bara svo skrítið að hugsa tilbaka, bara 12 mánuðum síðan, að planið bara svart og hvítt. Já. Það er svakalegt. Hvað var þitt markmið? Segðum hvað gerðist? Bara planið? Já. Já, ég náttúrulega byrjaði árið út í Boston og ætlaði að vera lengur þar. Heldur en ég byrjaði árið í Boston og var bara í mastersnáminu mínu sem að kláraðist í rauninni, ég útskrifaðist í ágúst og ætlaði í rauninni bara að vera áfram þar úti og fá vinnuvísa úti og bara vinna í Bandaríkjunum. Ég ætlaði að taka síðustu önnuna að skólanum í New York og að því að skólinn var með svona útibúð þar sem þú kannski valið að vera, þú veist, farið þangað eða Shanghai eða alls konar stæði og ég og Hanna vinkonum mínu voru búin að finna okkur íbúð í New York og þetta var allt klart. Alltaf var að gerast. Ég var að fara að bóka flug. Þú varst að koma í heimsókn, Aron ætlaði að koma í heimsókn. Þetta var bara ógeðslega spennandi
og ég var á leiðinni í stelpuferð til LA bara í endamars og ég bara, þú veist, árið byrjar svo sem alveg frekar eðlilega einhvern veginn að núti, en svo bara fljótt fóru hlutinnar að breytast og skólinn breytist í online þótt maður var úti og svo bara, þú veist, Gunni var á leiðinni tíminn hann ætlaði að koma og vera með mér yfir ammæli mitt og ég held svona 2 dögum áður en hann á flug þá lýsir Trump yfir eitthvað, Trump með tilkynningu og við bara, what the fuck, kveikjum með tölvunni, livestreamum þetta og svo skrítið að vera úti og Trump forsetiðinn og þú þarft eitthvað að taka marka á honum svona, þú veist og hann bara gæðist, já, við erum búin að loka fyrir Evrópu, þú veist, það byrja bara í kvöld og maður var bara, og ég hringdi í Gunna og ég er alltaf þú veist, nótt bara hjá Gunna, reyndi að hringja hann svaraði ekki, sendi hann bara skilabóð og vaknaði bara næsta morgun, ég bara, þú ert ekki að koma oh my god, gæði skrítið og svo var ég bara farin heim í apríl því að það var ekki sniðugt að vera úti út af bara healthcare-inu líka bara út af því og þú veist, þú ert ekki neinum forgangi þótt ég hafi vissulega verið tryggð og allt það en þú ert ekki neinum forgangi þegar kemur að eitthvað svona, þú ert ekki bandarískur og maður veit aldrei kostnaðin sem maður myndi líka vera þú maður sér með eitthvað svona skólatryggingu þannig já, ég kom bara heim og ég var mjög glöð að fara heim en ég ætlaði þess að ég var bara eitthvað, já, ég bara leifis að klárast og ég fer aftur út en leið og ég tek skrefið að fara heim þá er ég búin að skemma það og þetta er bara eitthvað sem ég ræði ekki við og enginn ræði við en þetta eru vísalögin í Bandaríkjunum þá er ég búin að skemma það að ég eigi inni vinnuvísa þú þarft að vera í man ekki alveg hvernig reglun er en þú þarft að vera búin að vera x lengi úti samfleitt sem var líka eitt ástæðum okkur ég fór ekki heim yfir áramótin og því ég ætlaði bara að ná þessum tíma og það fór þarna bara í vaskinni svo það gerði en það var ekkert eitthvað svona, það var ekkert stærsta því ég var alveg maður þarst, þú getur alltaf redda þú getur alltaf eignast góða vinnu sem reddaði bara eitthvað, whatever en ég kláraði masterinn á Zoom sem var skemmtilegt skemmtilega öðruvísi og já, ég basically ætlaði bara að fara inn í þetta ár búi í Bandaríkjunum, þú veist búi í New York finna mér vinnu þar bara eitthvað svart og hvítið það sem ég er að gera í dag já, nú ertu bara með vinnu, geggjaða vinnu í Íslandi og það vona á barni og kom heim og keypti mig íbúð þannig að þú veist, bara, eins og ég segi ég er ekki vanþakklátt fyrir hvar ég er enga veginn, en bara svona fyndið þetta er bara svona akkurat svona hinn staðurinn í rauninni þú veist, þannig að ég er ekki að fara að sjá eftir neinu og þetta var mjög stórt ár fyrir mig og ég gerði kláraði námið 18 ára skólagöngu bara búin, hversu næs með engri pásu ég er líka búin að vera bara svona þegar þið hafi verið núna í jólaprófum ég er búin að vera bara hvað gerir fólk og ég bara ekki læra það í dag en já, 18 ára skólagöngu bara lauk, fyrst skipti ólétt á fyrst skipti íbúð og fyrst flutt út á Íslandi ég hef oft flutt út erlendis en aldrei á Íslandi en aldrei með þína eigin íbúð þú líka nei, nákvæmlega og þetta er bara óksla steikt og óksla magnað og svo byrjuðum við þetta podcast og tepuði fór stað og allt sem það þú veist, wow rosalegt ár þakklátt fyrir mjög mikið að því sem við búum að gera ég bara, þú veist, að því ég veit þetta ég er búin að sjá mjög marga vera byrt á Instagram þú veist, og ég er svo sannarlega þú veist, sammálega, þú veist, ekki fá neina minnumáttukenndi að þú gerði lítið á árinu já, hvað? bara, þú veist allt sem ég gerði, ég ætlaði það var ekki svona planið mitt, skilur og líka bara þú veist, þetta ár bauð ekki upp á að gera mikið í rauninni og þeir sem að höfðu eitthvað að gera eru bara mjög heppnir og það til ég mig vera til, skilur þú veist, allt sem að gerðist hjá mér, það var ekki þú veist, það var ekki planið mitt en þú gerði bara besta úr því sem ég gat, já, nákvæmlega og það er bara ekki allir sem að geta það já, nákvæmlega þannig að ég er þakklátt fyrir þetta ár en ég er samt rosalega þakklátt fyrir þessi búið sammála mjög sammála það er bara þannig en öðruvísi tímar og allt það en ég er samt eins og we live and we learn algjörlega, ég er þakklátt fyrir þetta ár en ég er þakklátt fyrir þessi búið líka sammála it's a wrap en við spurðum samt tilboðsgestina hvað en sími minn skust á gólfið, ég ætla að segja hann ok, beðið niður ég já, við spurðum tilboðsgestina eins og við gerum
eiginlega alltaf. Og það sem við spurðum var hvað stendur upp úr á árinu 2020 hjá þér? Já, ég náttúrulega alveg ótrúlega ókslega mikið að sjá það. Fyrsta sem við kemur hérna sumarið. Já, ég líka, ég glemdi bara að taka þið fram í ræðinu minni. Þetta ókslega gott sumar. Já, það var ekki æðislega sumar. Komst í landsliði í körfubolta U16 til hamingju. Það er geggjað. Ariana Grande stóð upp úr hjá einhverjum. Já, hún stendur alltaf upp úr hjá mér. Bara ég elska hana. Kaupa íbúð til hamingju. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Já, Billie Eilish vann 5 Grammys aðeins 18-19. Bara geggjað. Einmitt. Við erum jafn stoltar af hennu eins og þú ert. Nákvæmlega. Sæjan og Gigi einnig spatt. Ángríns, það stóð upp úr hjá mörgum. Já. Elskum. Byrjaði í menntaskóla pluss útskrifast úr grunnskóla pluss útskrifarferði nú. Stórt ár fyrir þér. Skál fyrir þér. Já, skál fyrir því. Þetta er geðveikt. Fermingi mín, ekkert annað. Það var úkslega gaman að fermast. Já, vonandi náður að halda upp á það. 10 ár síðan við fermdust. Eru 10 ár? Fermdust 2010. Guð minn góður. Getting old. Shit. Býtu, hvað er maður gammal þegar maður fermist? 14, 13, 13. 14, 13. Maður er í 8. bekk, 14. 14, ok, bara pæla. Við erum 24. Oh my god. Það eru klippað þetta út. Þetta var brainfart. Jæja, það var gakk. Okay. Það voru bara 14 ári að ég fermi eitthvað. Oh my god, já. Það eru 10 ár síðan við fermdust. Já, það er rosalega mikið, langur tími síðan ég var 14 ára, sko. Já. 10 ár eru mjög lengi að líða. Já, gott. Engar ágjur. Ég er ekki tilbúin í drögl. Nei. Fór til útlanda áður en allt byrjaði. Já, stendur líka uppur á mér New York og Florida í byrjun árs, sko. Jesus. Ekki? Já. Ég er svo þakklátt fyrir að farið. Einmitt. Bara áður en allt var skrítið. Vá. Við höfum báðar þann það bara privilege að hafa fengið að byrja árið erlendis. Já. Það gefur mér svo mikið. Já. Það var bara svo bústinn í árið. Ef ég hefði ekki verið, þú veist, ekki farið þarna út, þá hefði verið svo langt síðan ég fór út. Já. Ég er svo þakklátt fyrir að farið, sko. Ég líka. Bara svog. Bara þú veist að þá getur maður aðeins svona, ég ætla hann að gera eitthvað. Já, nokkulega. Er fleiri hérna sem að fermdust. Svo er einn sem útskrifast úr MA. Skál fyrir þér. Skál fyrir þér. Hlöðupartí í sumar, þá djammaði allur ísó með kennurunum MI. Gaman. Sætt. Við erum heppin að ná því á góðum tíma. Já. Þetta ár var greinlega erfitt hjá sumum, en það voru sambandslit. Og fóstureyðing. Elsku. Það er stundum svo les. Sumarið, litlar COVID-reglur og svo gaman. Við erum svo samanlegar. Sumarið, sko. Sumarið. Áður en maður, þú veist, maður hélt í alvegni þarna að það væri ekkert að fara að vera verra, sko. Það var að fara að vera búið. Já. Það er það sem maður hélt. En við fengum alltaf gott sumar. Já, við gerðum það. Og það eru ótrúlega margir sem segja sumar í Íslandi, sumarið. Byrjaði nýri vinnu og kynntist bestu vinkonum minni. Elska það. Þá getur litið tilbaka þarna, þetta er ykkar ár. Já, það er sætt. Mjög cute. Það er bara ekki neitt hjá einni. Það er líka alltaf. Já. Þetta ár, það er mann þannig á mörgum, sko. Nei, það margir bara sem er bara ár. Já, það er bara alltaf. Maður á yfirleitt alltaf eitthvað þannig ár. Einmitt. En það er bara gott að líta tilbaka og minnast á þessa góðu hluti. Það eru alltaf ykkur í góðu hlutir. Það er alltaf ykkur jákvætt. Og við getum alltaf reynda pinpointa þá. Sumarið á Íslandi, flutti til útlanda, vel gert. Og kynntist kærastanum og útskrifaðist í heimsfaraldri. Vá, það er ógeðslega kjút að kynnast kærastanum sínum. Þú veist, það er erfitt ári. Já, það er erfitt að kynnast einhverjum á þessum tíma. Mjög. Til hamingju með ykkur. Já, til hamingju með ykkur. Ný vinna og marga minningar með góð og velvöldnu fólki. Geggjað. Einhverja sem fór til Ítalíu í skíðaferð fyrir COVID by the way. Var það þessi heimsfræga ferð sem einn sem keypti sér hús. Bravo. Geggið til hamingju. Komst inn í HR. Vel gert. Geðveikt. Eignaðist lítinn frænda til hamingju. Ég veit hvað það er gaman. Já. Flyttið til Svíþjóð. Nice. Svo er þessi að COVID standi upp úr, ég veit ekki hvað það segja ykkur. Kaldhæðni. Útskrifast úr grunnskóla og komast inn í drauma framhaldsskólan. Til hamingju.
eins og fóttu Parísar í kortir í COVID-ni sko, var okkur þakklátt að við fórum þetta bara nákvæmlega saman við Já, nákvæmlega áður en maður vissi og ok, já, nýja plata með Justin Bieber og nýja plata með Ariana Grande og 10 year anniversary hjá One Direction það sem glemdum að taka fram já. Og varð ólétt til hamingju skál fyrir okkur já, skál fyrir ykkur fekk hundi minn í júni það var ár sem að þú gleymir ekki nei hætti með Cairo já, ég meina sumt þurfti að enda bara á þessu ári algjörlega og svo sem kynntist kærastran voru 2 andstæður inn að hlifli já, bara flott, ferðalög í sumar eins og segir öll frábæri podcastin, ég samla því þetta var rosalega mikið af podcastum það var skemmtilegt efni sem að eins og rættum í síðasta þætti, þú veist, sem að maður fekk einhvern veginn að horfa á gott content já, algjörlega fekk frænda fekk kærasta og lítið frænda veist það fullkomin blanda ok, hún segir, wow, hún er með sögur sko. já, byrja með strák sem hún var búin að hrifin af í 1 ár og hann var ekki sambandstýpan en vorum alltaf að hittast og svo loksis lét hann mig vita hvernig honum leið og núna erum við búin að vera saman í 9 mánuði cute sömur hlutur er bara worth the wait án gríns jú, sammála en ég myndir þetta var skemmtilegt frábært gott að heyra svona hjá ykkur ótrúlega gaman og eins og við sögum, þú veist ef þú gerðir ekkert á þessu ári það er bara geggjað líka og þú hefur allt 2021 til þess að gera fullt af hlutum já, og ekki fá neina minnum átt að kendi að fólk byrjar að posta ykkur í dag eða never skiptir engum máli og ef þú gerðir helling geggjað líka bara þetta ár var bara, þú veist þetta verður skrifað í sögubækurnar já, 100% við erum aldrei gleymis ári nei, og september átti náttúrulega á tilboðið afmæli já hann að við getum ekki beðið eftir að vera september næsta ári þá verðum við prepare yourselves það er stór plön framöndan en 2021 þegar þú ert svo velkomin come here you right now ég sammála, velkomið ár og höldum aðeins lengur í þessar reglur krakkar bara gerum það, klárum þetta af eigum annars sumar eins og áttum núna í sumar nákvæmlega og svo kemur arftaki tilboðsins í apríl já, það gætur spennt þannig að það er alltaf verið ske þegar ég var skál svona skál fyrir 2020 skál fyrir 2021 og bara check fyrir 2020 checka þetta teð okkar checka þetta teð oh yes herru, við sjáumst á næsta ári Woohoo!